sal og ég ætla að hafa þann háttinn á að við hefjum leika með borgarfulltrúunum. Hér komin listi mælendaskrá og síðan ætlum við að færa okkur upp í sal þar sem að starfsmaður Reykjavíkurborgar verður með hljóðnema og þá myndi ég vilja að gestir myndu kynna sig áður en að taka til máls. En fyrstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir. Gjörðu svo vel. Fyrirgefið, ég ætla að ítreka það að ræðutími borgarfulltrúa 2 mínútur. Þakka fyrir. Ég skal vera snögg. Forseti, borgarstjóri, borgarstjórn, öldungaráð, gestir, alþingismenn. Takk fyrir frumkvæðið þessum fundi og takk fyrir ykkar erindi, öll sem eitt. Ég ætla ekki að nota 2 mínútur, ég bara þetta. Ég ætla að tala þrennt. Framtíðina, kerfin og gráu svæðin. Það gleymist aðeins í þessari umræðu kannski hvað við gerum áður en kemur að heimahjúkrun. Forvarnir. Ég horfði á mjög forvitnilegt erindi frá sviðsstjóra velferðarmála í Álaborg þar sem mjög skýrt kerfi eða sem sagt eftir hverju unnið og það sem sagt það hreyfing á undan velferðartækni á undan heimaþjónustu. Þannig að það alltaf verið og þarna þurfum við að byrja. Við þurfum að byrja á því á hreyfingunni, á heilsueflingunni til þess að hafa forvarnir fyrir velferðartæknina sem myndi þó taka við til þess að fólk geti verið lengur heima hjá sér áður en við veitum heimaþjónustuna. Koma þessu að. Verðandi hjúkrunarrýmin, ég alveg sammála, við þurfum að hafa fjölbreyttar nálganir en við höfum líka rekið okkur á það að eins og með umræðinu með MPA sem búið að vera tilraunaverkefni núna í 5 ár að við höfum sett búsettumál á hold vegna þess að við heldum að MPA muni leysa allt en það gerir það ekki. Við þurfum að gera ráð fyrir hjúkrunarrýmum þannig að ég bara vara við þeirri hættu að það sé einhvern veginn það aðrir möguleikar eigi að leysa allt. Varðandi gráu svæðin eða kerfin, að því að maður rekur sig að maður byrjar að starfa í pólitík að við eyðum rosalega miklum tíma, peningum og orku í það að verja kerfin okkar. Kerfin á móti kerfinu, ríki á móti sveitarfélögum. Þegar peningarnir koma sjálfsögðu bara úr sömu hít. Einhvern veginn þurfum við að finna að leið til þess að vinna saman og láta það ekki bitna á, og nú ég búin. Gráu svæðin, ég vil nefna líka fólk á erlendum uppruna sem á komið til dæmis á vegum fjölskyldusameiningar. Ríkið býður hér fólki að vera en sá aðili lendir inn á hjúkrunarheimili, hefur ekki unnið sér neinn rétt, kerfið segir nei við þessa einstaklinga og sveitarfélögin segja líka nei við þessa einstaklinga. Og þeir eru réttlausir inn á hjúkrunarheimili, vasapeningarlausir. Annað sem eru hjúkrunarheimilin og gráu svæðin, það þegar félagsþjónustan hættir og það alveg staðreynd að þegar fólk fer inn á hjúkrunarheimili þá missir það þjónustu. Það fær ekki félagsþjónustu sem það fengi á sveitarfélaginu út af því hjúkrunarheimilin eiga að taka við og það missir alla þjónustu. Og það ekki nógu skýrt í kröfulýsingum á hjúkrunarheimili að þau eiga að sinna þessari þjónustu, ferðaþjónustu og liðveislu til dæmis. Ég það svo mikið sem ég langar að segja. Borgarfulltrúa má biðja orðið aftur. Já, ok. Og það líka heilsugæslan. Það verður að vera inn í kröfulýsingum á heilsugæsluna að hún þurfa að starfa með sveitarfélögunum út af því að núna þetta bara svona hipp sem haps. Það er bara tilviljunum háð hverjir starfa á heilsugæslunum, hvernig að vinna með sveitarfélögunum. Takk. Þá hefur Ilmur Kristjánsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Sjáu þið hvað ég ströng við borgarfulltrúana. En góð við gestina. Já. Forseti, góðir borgarfulltrúar og öldungaráðsmenn og aðrir áheyrendur. Það alveg sérstaklega ánægjulegt að vera hér í dag og taka þátt í umræðum þessi mál. Nákvæmlega svona á
á öldungaráð að starfa í góðu samstarfi við borgarstjórn og halda opna fundi og leyfa sér flestum röddum að njóta sín þessi mál. Sérstakt ánægjuefni fyrir mig sem lagði fram tillögur stofnun öldungaráðsins fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins árið 2012 og alveg sérstök ánægja fyrir mig að starfa í þessu ráði undir traustri stjórn Guðrúnar Ágústsdóttur formanns ásamt öðrum meðlimum ráðsins. Og það var ekki við öðru að búast en hér kemur fram margar góðar ábendingar húsnæðismálin. Ekkert að segja mikið á 2 mínútum en þó vil ég segja það að þetta þarf auðvitað að vera alltaf gott samstarf sem flestra, ríkis, borgar, félagasamtaka aldraðra og svo framvegis og við þurfum að skapa sem svona fjölbreytilegast samspil margvíslegra búsetukosta. Auðvitað gegna hjúkrunarheimilin ákveðnu lykil hlutverki en það skiptir líka máli eins og hér hefur komið svo fram svo vel í dag að gera fólki kleift að búa sér lengst heimi hjá sér, samþætta heimaþjónustu og heimahjúkrun, dvalarrýmin sem hefur reyndar fækkað en síðast en ekki síst vil ég geta öflurar uppbyggingar sem hefur í rauninni verið í höndum félags eldri borgara í Reykjavík og samtaka aldraðra og búmanna, þar að segja í félagasamtökum eldri borgara sjálfra. Það mér finnst það ekki síst vera þessi samtök sem hafa lyft grettistaki í þessum málum. Félag eldri borgara í Reykjavík hefur núna byggt rúmlega 400 íbúðir og það eru 52 á leiðinni. Ég held að félag samtök aldraðra stefni það að vera komin yfir 500 eða stefni það. Þannig að við sjáum, það alveg gífurlega mikil þörf sem leysist með krafti þessara samtaka og í rauninni sjá þau fjármögnunina sjálf á sjálfum byggingunum. Þannig að það þetta grettistak þessara samtaka sem hefur kannski gert það verkum að verkefni hefur ekki verið erfiðar eða og hefur leyst úr miklu vanda. Þannig að leið og ég fagna samningi borgarinnar og ríkisins uppbyggingu hjúkrunarheimilis við Sléttuveg og þeirra þjónustubætingu sem unnið að á hverjum degi hjá borg og ríki í þessum málum, þá vil ég undirstrika það að borgarstjórn þarf áfram að vera jákvæð fyrir því að úthluta að vera í góðu samstarfi við þessi samtök eldri borgara, húsnæðisfélögin þeirra og stuðla að áframhaldandi öflugri uppbyggingu á þeirra vegum. Og þá skiptir auðvitað máli hverju stjórna. Ég vil geta þess hér að á síðasta kjörtímabili þá var engum lóðum úthluta fyrir þjónustuíbúðir til byggingafélaga eldri borgara þrátt fyrir brýna þörf og eindregnar óskir frá þeim. Það var ákveðinn hnútur sem þurfti að höggva á og við sjálfstæðismenn komum að því að leysa hann. En það hefur verið höggvað á þann hnút og nú hefur mörgum lóðum verið úthluta til viðbótar til þessara félaga. Þannig að þau munu enn sem fyrir leggja sitt að mörkum til þess að stuðla lausn þessa máls. Takk fyrir. Forseti tók yfirvegaða ákvörðun að lengja ræðutíma borgarfulltrúa í 3 mínútur. Ilmur fekk 3 mínútur og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fekk einnig 3 mínútur. Þetta var að sjálfsögðu haft í samráði við mér æðri vitsmunaverur. Næst á mælendaskrá Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Þegar hún hefur lokið máli sínu þá ætlum við að fara hér á áheyrendapallana og fá fyrirspurnir frá gestum fundarins. Já, forseti, borgarfulltrúar, þingmenn og kæra öldungaráð og aðri gestir hér. Frábært að hafa tækifæri til þess að ræða hér þessi mikilvægu mál og þetta er annað skipti sem öldungaráði stendur fyrir því að kalla saman fólk og setja mál á dagskrá sem að þau skiptir máli, eitthvað sem þau hafa verið að fjalla og mér finnst það til fyrirmyndar og vil fá að hrósa þeim fyrir það. Íbúar í Reykjavík eru auðvitað mjög fjölbreyttur hópur, við erum alls konar stór og lítil og ung og gömul og það er bara frábært og við öll að geta blómstrað hér og átt gott líf, sama á hvaða aldursskeiði við erum eða hverjar eru okkar forsendur til þess. Það er margoft rætt hér að eldri en 60 ára hlutfall þeirra sé að fjölga í samfélaginu og við erum að sjá fram á það og
Mér finnst það bara mjög spennandi. Ég held að verði mjög gaman að finna hvernig breytingin verður á samfélaginu þegar hlutfall fólks með mikla reynslu og þekkingu verður meira í samfélaginu heldur en hlutfalls ungs fólks. Ég held að í því hljóti að leynast mörg tækifæri fyrir okkur. Kannski verður meira fólki í Reykjavík sem er tíma til þess að spjalla og njóta og deila með sér af sinni þekkingu til okkar hinna eða til barna eða annara. Þannig ég held að séu mörg tækifæri í þessu. En við verðum bara að tryggja að hér sé gott að eldast og það gerum við auðvitað í samvinnu ríkis og sveitarfélaga eins og hér hefur komið fram. Og þar finnst mér lýðheilsa, áhersla á lýðheilsu, áhersla á heilsueflingu, áhersla á tækifæri vera lykilatriði. Það þarf auðvitað að fjölga hjúkrunarrýmum. Það gerði ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna eins og hér hefur komið fram. Núverandi ríkisstjórnin verið ekki staðið sig vel í því en það hefur komið þarna ákveðnar lausnir varðandi daggjöldin og hjúkrunarheimilin og það er ákveðin jákvæð skref þar sem við verðum bara að horfa á og vona að verði að veruleika. Við gerum allan nokkuð til þess hér í Reykjavík. En það þarf líka að hugsa öðruvísi eins og Stefán Eiríksson kom inn á. Við þurfum líka að hugsa í fleiri lausnum. Við þurfum að hugsa hvernig viljum við byggja þetta upp. Við þurfum að efla heimahjúkrun, við þurfum að efla endurhæfingu heimahúsum, sjúkraþjálfun og við þurfum næringaráðgjöf líka. Og ég sá í Danmörku, ég var svo heppin að vera í svona vinnuhóp og við svona hópstrífar í vinnunum minni áður en ég fór í þetta hlutverk og þar var svona hópur svipaður eins og Anna var að segja okkur frá áðan sem var tengdur sjúkrahúsi og velferðarþjónustu í sveitarfélaginu þar sem var komið heim til fólk sem var að koma á sjúkrahúsi og þá svona farið yfir teknarmottur eða settarmottur þannig að fólk myndi ekki renna til teknar ef þær voru hættulegar, sett handföng þar sem svo fólk geti farið á klósettið án þess að detta, ýmislegt svona og það var kíkt í ísskápinn og keypt inn fyrir fólk ef það var þörf á því. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða og tengja bara betur saman, þannig að mér finnst þetta mjög gaman. Að lokum langar mig bara að segja það að ég held að það sé jákvæð þróun að færri þurfa þjónustuíbúðir. Ég held að það sé jákvæð þróun að fólk geti bara búið áfram í sinni íbúð, fengið þjónustuna þangað og fengið þangað þar sem það vill. Ég held að við eigum að leggja meiri áherslu á það heldur en uppbyggingu á einhverjum sérstökum þjónustukjörnum. Sumir vilja samt búa þar. Og svo bara að lokum, þá enginn að þurfa að vera fátækur á Íslandi, hvorki gamall né ungur. Þá hefur Heiða B. Hilmisdóttir lokið máli sínu og Jóna, starfsmaður Reykjavíkurborgar, ætlar að ganga og fá fyrirspurn úr sal og ég ætla að biðja fólk að kynna sig. Ef það eru engar frá áhorfendapöllunum þá göngum við aftur til, og það er í lagi að beina fyrirspurnin til ykkurs ef svo ber við. Ef það er fyrirspurn eða, lög málefni aldraðra eins og þau heita núna og síðan langar mig einnig til að beina þeirri fyrirspurn til þeirra og þá út frá þessari umræðu gráu svæðin og möguleika okkar á því að byggja brýr til að gera þjónustuna heildstæðari og netin þéttari. Hver er stefna framboðana til varðandi það að flytja málefni eldra fólks frá ríki til sveitarfélaga? Takk fyrir. Já, ég ætla að gefa fulltrúum flokkana á Alþingi smá frest til þess að fara eða nema þeir vilji bregðast strax við. En þið fáið mjög stuttan tíma. Ég hugsa byrjum við ekki bara hérna á þér Eygló og svo förum við bara öfugan sólarhring. Berglind, ég þakka kærlega fyrir spurninguna. Varðandi yfirfærsluna að þá tel ég að það sé ennþá aðeins lausir endar sem snúa yfirfærsluna varðandi málefni fatlaðs fólks og við vil gjarnan leggja áherslu að við klárum það áður við förum að takast á við næsta verkefni. En ég hins vegar líka algjörlega samfæri eftir þá reynslu að sveitarfélögin hafa svo sannarlega burði til að takast á við ný og stór verkefni og það eru mikil tækifæri í samþættingu og þjónustu við það að færa það yfir.
Ég vil líka þakka fyrir, ég fekk tækifæri til að koma á var 30 ára afmælisfund Iðjuþjálfarafélagsins þar sem var að tala mikilvægi forvarna. Þannig að það sem Ilmur var að nefna hér, að þessi forgangsröðun byrja á lýðheilsunni, velferðartæknin og svo heimaþjónustan, að það held ég þurfa að vera og nálgun sem við erum að vinna út frá og sem að þarf þá að vera grundvöllur farsællar öldrunar eins og var að nefna hér. Guðlaugur Þór, þér að koma. Já, takk fyrir góðar spurningar. Ég verið aðeins út af fullyrðingu hér samt fá að leiðrétta ákveðna hluti. Og mér finnst svolítið mikið digurbarkalegt af síðustu ríkisstjórn að mæta hér og segja það að það er okkur viðsnúningur hvað þetta varðar í tíð þessar ríkisstjórnar, það er þessi öfugur viðsnúningur. Á síðasta kjörtímabili, og það þurfti að spara, það var sparað hlutfallslega langmest þegar kom til dæmis uppsögn starfsmanna í heilbrigðismálum. Og þetta kemur fram í fyrirspurn sem ég bar til Steingríms J. Sigfússonar, þáverandi fjármálaráðherra. Og hver og einn getur flett því upp. Af 751 ríkisstarfsmönnum sem var sagt upp voru 508 í heilbrigðiskerfinu. 508. Og það sama ef við förum gegnum ríkisreikninginn og skoðum hvar aukningin var, að þá var hún á ýmsum stöðum, utanríkismálunum, umhverfismálunum, en hlutfallslega þá var hækkunin, eða réttara sagt, var raunlækkun þegar kom að heilbrigðismálunum. Ég vek líka athygli á fyrirspurn sem ég var með til þáverandi heilbrigðisráðherra fjölgun hjúkrunarrýma, en það segir orðrétt fyrir árin 2010-11 fækkað var hjúkrunarrými 136 og dvalarrými 130. Við höfum svo sannarlega fjármagnað þær fyrirætlanir sem voru á þessu kjörtímabili, en vandinn eins og þið þekkið vel sem sveitarstjórnarfólk að menn hafa verið að kalla meira í reksturinn. Það er það sem menn hafa verið að kalla eftir. Og ég fór yfir það hér áðan í tölum. Mér finnst aðalatriði vera þetta þegar kemur að spurningu sem ég kom fram. Ég tek undir allt það sem snýst varðandi forvarnar. Það skiptir gríðarlega miklu máli, bæði hjá öllum aldurshópum. En mér finnst hins vegar, ég hef áhyggjur af því, ef þetta snýst alltaf tilfærslu málaflokka, að það drægjur hömlu að sinna því sem skiptir máli, sem þjónustan við einstaklingana. Og ég vísaði það hér áðan eins og til dæmis varðandi það sem hefur gengið augljóslega vel, sem heimahjúkrun og heimaþjónustan, að ef við höfum verið að bíða eftir tilfærslunni, þá værum við ekki ennþá búin að samþykkja þetta og sameinda. Við gerðum það 2009. Þannig að mér finnst aðalatriði þetta, mér finnst ágætt sem hér kom fram, að þetta snúist ekki kerfin, þetta snýst fólkið og við eigum ekkert að hangsa við það, við eigum að setja það í algjöran forgang. Takk fyrir Guðlaugur Þór og Björg Leví, má bjóða þér að koma upp og svara. Takk fyrir, forseti. Góðu gestir. Í frumvarpi nýrrar stjórnarskrár er 8. grein sem mannleg reisn. Öllum skal tryggður réttur til að lifa með reisn, margbreytileiki mannlífs skal virtur í hvívetna. Mér finnst þetta dálítið svona grunnpunktur í því sem þú ert að spyrja eftir og stefna Pírata almennt gengur upp á að ganga í þessa átt og tryggja sem sagt ákveðna nálægðarreglu sem er líka í nýju stjórnarskránni þar sem að það er hægt að sækja þjónustuna sem næst því þar sem maður býr. Þannig að það að flytja þennan málaflokk nær þeim sem að þurfa þjónustunni halda er frekar augljóst. Þá þarf skýrari lagaramma til þess að fólk viti hvaða þjónustu þeim því skylt að veita og aftur tryggja sem sagt fjárhagslegt sjálfstæði sveitarfélaga til þess að geta veitt á þjónustu. Takk fyrir þetta Björn Leví og Björt Ólafsdóttir. Já, takk fyrir spurningarnar. Ég ætla bara að leita til að svara þeim en ekki vera með pólitíska ræðu. Það var spurt sérlög málefni aldraða. Það er auðvitað þannig að það eru ýmis lög sem að eiga aðeins við aldraða, auðvitað bara vegna aldursákvæða inn í þeim lögum. Mér finnst þetta athyglisverð hugmynd að koma þessu svona, öllu saman í heildstæðari pakka, en ég get ekki sagt til það núna hvort og þá hvernig þetta væri praktískt, en þetta er athyglisverð hugmynd. Gráu svæðin,
auðvitað verðum við að stoppa í þau og þetta eins og þið þekkið sífellt þref peninga á milli ríkis og sveitarfélaga en minni fókus á það sem við ættum að vera að ræða, mannréttindi fólks. Og það auðvitað bara okkur öllum til skammar sem að störfum á þessu sviði. Hvort við eigum að flytja málefni aldraðra til sveitarfélaga, þá já, ég held að við eigum að stefna því en auðvitað verður að gera það almennilega og við megum ekki láta fólk einhvern veginn detta á milli skips og báru hvað það varðar. Mér finnst mjög jákvætt að flytja þjónustu yfir höfuð í nærsamfélag. Ég hef þá trú að þjónustan verði skilvirkari og ábyrgðin sé svona nær fólki í stjórnsýslunni þar og ég held að það sé bara jákvætt. Takk að kella fyrir Björk Ólafsdóttir og Sigríður Ingiborg og beða þeir að koma upp. Ég þakka fyrir þessa spurningu. Nú það þannig að það sérlög málefni fatlaðs fólks og málefni aldraðra og á sínum tíma var mikið rætt að það ætti ekki að gilda sérlög málefni fatlaðs fólks og svo var það niðurstaða hagsmunasamtaka að halda þeirri löggjöf á meðan að réttarstaðan væri ekki sterkari en hún er. Ég held að varðandi málefni aldraðra að þá séu þetta þannig að við eigum að vera með löggjöf sem að nær bara almennt til réttinda borgaranna til þjónustu en við, eins og ég kannski fór yfir í máli mínu hér áðan, við eigum dálítið langt í land með það að vera búin að móta þá sýn hvernig samfélag og réttindi, hvernig samfélag við ætlum að skapa fólki og við erum ekki að tryggja þau réttindi sem okkur ber lögum samkvæmt. Þannig að ég held að það sé ekki tímabært að hverfa frá sérlögum málefni aldraðra, þó það kynni að verða það, þegar að búið að fara rækilega yfir stöðuna í málaflokknum og framtíðarsýnina. Varðandi yfirfærsluna til sveitarfélaga, þá það þannig að það er mjög æskilegt að flytja þjónustu í nærumhverfið, þjónustu við aldraða jafnt sem aðra og auðvitað aldraðir að fá mikið að sinni þjónustu beint frá sveitarfélögunum en við erum líka með stóran þátt hjá ríkinu. Ég horfi núna á Halldór Halldórsson, formann Sambands íslenskra sveitarfélaga sem hefur nú lýst því yfir að hann vilji ekki fá þennan málaflokk yfir fyrir en að ríkið hefur greitt úr þeirri flækju sem hann hjá innan þeirri flækju sem uppi í málaflokknum. Ég skil alveg sjónarmiðans og eins og ég sagði áðan, stóra verkefnið að greina stöðuna, fara yfir hverjar verða þarfirnar á næstu árum og til framtíðar og hvernig gerum við þetta best þannig að við séum að tryggja fólki réttindi og veita sem besta þjónustu á réttum stöðum. Takk fyrir þetta Sigríður Ingibjörg og Svandís Svavarsdóttir. Já, forseti borgarfulltrúar. Varðandi þessar spurningar þá hef ég nú kannski ekki miklu við það að bæta sem þegar hefur komið fram. En mér langar þó að segja að mér finnst þetta mjög áhugaverð spurning sérlög almennt þegar við erum að tala hópa innan gæsalappa. Ætti ekki samfélagið að vera þannig að öll almenn löggjöf næði til allra borgara? Ætti það ekki að vera þannig? Hvort sem að það lög menntakerfið, heilbrigðiskerfið eða hvað það væri að þau rúmuðu öll þessi mál. Mér finnst þetta vera eitthvað sem að grasrótarsamtök eigi að vera með á dagskrá stöðugt í sínum hópi. Vegna þess að það eru sannarlega einhver skil þegar að varnarbaráttu lokið í einhverjum skilningi og fólk getur farið að sækja fram í nafni þess hóp sem að til umræðu. Mér langar líka til að segja svona almennt vegna umræðuna flutning verkefna frá ríki til sveitarfélaga. Sjálf var ég þá sem borgarfulltrúi í eilífðarnefnd sem að snerist flutning á málefnum fatlaðra yfir til sveitarfélagana og þar voru haldnir tugir funda sem að snerist það að sveitarfélögin voru að reyna að kreista út einhvers konar endurskoðunarákvæði. Og það tók ár og daga að ná fram endurskoðunarákvæði og við vitum hversu vel það hefur haldið. En það var þó fyrir hendi.
Og við vitum líka að við erum með sveitarfélög sem eru svo burðug eins og Reykjavíkurborg og þessi stærstu og öflugustu faglegu sveitarfélög sem geta auðvitað tekið miklu fleiri verkefni til sín. En á sama tíma kerfið þannig að við erum með örlítil sveitarfélög sem í basli með grunnþjónustuna, sem í basli með grunnskólana og leikskólana og svo framvegis. Þannig að ég held að þetta sé í raun og veru stærri spurning og varði svolítið það hvort að við þurfum ekki að einhenda okkur í það að endurskoða sveitarstjórnarstigið með ábyrgum hætti. Ég meina, þurfum við að efla eða efna til frekari sameininga eða skilgreina stöðu landshlutasamtakanna með formlegum hætti og þá inn í lögum. En það augljóst að minnsta kosti að við erum algjörlega að stanga vegg eiginlega á hverjum einasta degi með þessi sveitarfélög af svona ólíkri stærðargráðu. Takk fyrir þetta, Svandís Svavarsdóttir. Björt Ólafs ætlar að fá að koma upp og kveðja ykkur. Nei, ég ætla bara að þakka fyrir mig. Minn skilningur var, og í mínum fundabúði var fundir til 4 og einhver þarf að sækja börnin. Þannig að ég ætla að gera það og takk fyrir mig, kærlega. Þetta var með góðfúslegu leyfi forseta sem stjórnar öllu hér með blíðu augnaráði. Gjörðu svo vel, Björn, komdu upp. Viltu kveðja fundinn, Björn? Má bjóða þér að kveðja fundinn eða? Takk fyrir mig. Það var og þá göngum við aftur og næst á mælendaskrá Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi. Komið sæl, forseti og aðrir gestir. Já, borgarfulltrúin tjáði sig. Ertu búin að hýta klukkuna? Já. Ok. Mér langar nú að þakka kærlega fyrir þau erindi sem hér hafa verið flutt, sérstaklega hérðan frá í salnum sem voru mjög áhugaverð. Og ég hef nú fundið það að það er mjög mikill vilji hjá starfsfólki velferðarsviðs að reyna að mæta þeim breytingum sem Reykjavíkurborg þarf að fara í gegnum til þess að í raun og veru mæta með einhverjum hætti þeirri þörf sem að skapast. Mjög mikill uppsafnaðri þörf. Hins vegar vitum við það líka að fjármálastjórnin í Reykjavík hefur nú ekkert verið upp að marga fiska og það hefur ekki verið neitt svigrúm fyrir en atvinnuástandið lagast sem nú bara rétt að koma inn til Reykjavíkurborgar í rauninni á mun hægari hraða en hefur gerst annars staðar á landinu sem óskiljanlegt. Þá hins vegar gerist það gleðilega að það verður til svigrúm til þess að bæta þjónustuna vegna þess að við þurfum ekki að greiða jafn mikið fé í fjárhagsaðstoð. Þetta geti hlaupið á 300 milljónum jafnvel núna við næstu fjárhagsáætlanagerð. Við ræddum þetta mál og stuðningsþjónustuna því við sjálfstæðismenn í borgarstjórn höfum verið að flytja tillögur breytingar á stuðningsþjónustu, meira fjármagn til nýsköpunar í velferðarmálum, alls konar hluti þessa tengdum og það hefur ekki verið áheyrn. Það hefur í mesta lagi verið vísað tillögunum okkar inn í fjárlagagerð og það er ekki að sjá að það hefur neitt annað komið fyrir þær en þær hafi farið beint í prentarann. Nei, í tætarann. Og þannig að mér finnst þetta er náttúrulega pólitíka svo furðuleg Það er hægt að halda svo fallega ræður. En hún virkar ekki nema að maður fylgir svo eftir. Það þarf að vera fjármagn og það er að myndast. Í umræðinu hér á síðasta fundi verði ég bara að segja, upplifði það á borgarstjóra og þetta bara óbyrgagn, að hann ætlaði ekki að leyfa velferðarsviði og þar með talið öldrunarmálum í Reykjavík að njóta þess svigrúm sem nú er að myndast, að njóta þess bara alls ekki, ég gat ekki upplifað það. Og mér langar nú hreinlega bara að fá þá að spyrja hann hér á þessu fundi hvort það hafi verið rétt upplifið. Nei. Nei, ok, mjög gott að heyra. Þá erum við Stefán Eiríksson mjög ánægð. Þannig að vonandi þá verður hægt að fylgja þessum áætlunum eftir og við tökum glöðum við þessu fé
í þau sem sitjum í velferðarmálunum. Ég held að ég sé svona búin að fara þokkalega yfir það sem ég ætla að segja, en að því allir aðrir fara yfir á tíma er sem að gera það líka. En mér langar bara að minnast á það að við höfum lagt mjög mikla áherslu á að borgin færi að innleiða velferðartæknina og við færum öll að leggja þann sama skilning í sem að mest kannski er það mesta vandamál sem að okkur stæðir, og það er mannekla. Það er mannekla á vinnustöðunum okkar og við þurfum að fara að hugsa nýja leiðir til þess að mæta því verkefni, því það verður ekki gert með því þjónustumódeli sem nú við líði. En takk. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og forseti vill árétta að hann gaf borgarfulltrúum 3 mínútur og það hafa þær allir fengið samviskusamlega á sanngjarnan hátt undir dyggri stjórn forseta. Næstur á mælendaskrá er Skúli Helgason borgarfulltrúi. Já, forseti og ágætu frambjóðendur, borgarfulltrúar og aðrir gestir á þessum fundi. Byrjaði að þakka fyrir góðan fund, málefnalegar umræður hér og komið hérna mörg mikilvæg atriði. Það sem mér finnst standa kannski uppur er samhljómur það að við þurfum fjölbreyttar lausnir í þessum málaflokki fyrir fólk með mismunandi þarfir. Og það eitt út af fyrir sig að segja það er svolítið ábyrgðarhluti, því við erum með kerfi sem er svolítið stíft á gormónum og miðast einmitt ekki við það að lausnirnar séu alltaf fjölbreyttar heldur. Eins og öll kerfi þá vilja þau setja hlutina svolítið í fastar skorður og stundum svolítið ósveigjanlegar. Það er okkar verkefni kannski fram á við litið að breyta því. Það er að verða mjög dramatíska breytingar í þessum málaflokki. Ég tók það með mér af fundinum sem við héldum með öldungaráði í fyrra að þar kom fram að helmingu barna sem að fæðist á þessari öld getur reiknað með því að verða 100 ára og fjölgun þeirra sem eru 65 ára og eldri, fjölgun í þeim hópi á næstu 15 árum er 65%. Og þetta þýðir bara að við erum með allt aðra forsendur að vinna með heldur en í framtíðinni heldur en við erum vön. Nú, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir reifaði vel stefnu áherslu Samfylkingarinnar í þessum þingkosningum sem að framundan eru og engin ástæða til þess að endurtaka það. Kom þar inn á uppbyggingu hjúkrunarheimila, hækkun lífeyris fyrir aldraða og öryrkja, afnám ósanngjarnra skerðinga og fleira. En ég vildi aðeins nota örfá andartök í það að vekja athygli á mjög merkilegri vinnu sem var unnin á vegum hugmyndasmiður sem að Samfylkingin setti á fót og fjallaði líf og störf eldra fólks. Hún skilaði af sér síðastliðið vor tillögum undir yfirskriftinni Ísland, land þar sem gott er að búa. Og mér fannst mjög merkilegt margt af því sem þar kom fram bæði í húsnæðismálunum kannski svipaðar áherslur og borgarstjóri fór yfir hér áðan ódýrt og hentugt húsnæði fyrir eldra fólk, svipað og við erum að horfa á sem lausnir fyrir ungt fólk í borginni. Sömuleiðis sveigjanleg starfslok sem ég held að sé eitt kannski stærsta máli sem við þurfum að taka upp bæði hér á vettvangi borgarinnar og ríkisins á komandi árum. Þessi hugmyndasmiða lagði fram ákveðnar tillögur því efni að það verði fest í lög að fólk geti minnkað við sig vinnu fljótlega eftir 60 og þurfi hins vegar í hinn endan ekki að hætta alfarið fyrir en komið vel fram á áttræðisaldurinn. Ég held að þetta séu hluti sem við þurfum að ræða miklu betur hér á vettvangi borgarinnar og vera tilbúin til breytinga í þessa veru. Aðalmáli er þó að þær lausnir sem við erum að boða og breyta, að þær byggi allar á virðingu. Að við séum að koma fram við eldra fólk, rétt eins og börn og þá sem eru virkir á vinnumarkaðnum að fullkominni virðingu. Og kannski var ein leið til þess að bregðast við þessari kerfislausn okkar að fólk þurfa að fara í sturtu á tilteknum tíma á degi sem er svona einhver miðlæg ákvörðun. Að við skipuleggjum dag kerfissturtunar þar sem okkur verður öllum úthlutað einhver tiltekinn tími þar sem við þurfum að fara í sturtu. Ég veit ekki hvort að kerfið okkar myndi lifa af slíkan dag. Þá hefur Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjórn,
háttvirtir ráðherra og háttvirtir þingmenn sem hér eru og aðrir góði gestir og öldungaráð. Ég fagna því að við séum komin hérna saman til þess að ræða húsnæðismál eldri borgara. Þessi Framsóknarflokkurinn setur á oddinn og hefur gert í ályktunum sínum til lengri tíma öryggi í húsnæðismálum og það öryggi með víðri skírskotun og á það bæði við ungt fólk á miðjum aldri og eldri borgara. Sjálfsákvörðunarréttur hvers og eins okkar hefur verið talið að sé val að við eigum að hafa sjálfsákvörðunarrétt í þessu máli. En það nú einu sinni þannig farið að því miður að þá eru of margir eldri borgarar sem að hafa ekki val sitt búsetuform. Við erum enn að glíma á ákveðnu leyti við eftirmála hrunsins hjá þessum hópi einstaklinga sem nú eru orðnir eldri borgarar. Þar sem að þeir hafa mist húsnæði sitt til dæmis á uppboðum vegna lánsveða, hafa verið yfir veðsettum eignum og margir hverjir hafa því miður þurft að horfa fram á gjaldþrot. Það mjög mikill munur á aðstöðu eldri borgara. Við erum með hóp af fólki sem þar mjög vel efnað og annars vegar mjög fátækir. Og ég tek undir það sem fram hefur komið í framboðsræðum þeirra sem hér hafa verið að auðvitað fátækt skömm á Íslandi sama í hvaða hópi hún er. Leigumarkaðurinn, það staðreynd og það eru ítrekaðar kannanir sem sýna það að staða eldri borgara sem á leigumarkaði hvað verst og henni verðum við að sinna og þar kreppi skórinn að og þar liggur áskorun okkar sem sitjum hér í borgarstjórn númer 1, 2 og 3 að tryggja þessum hópi viðunandi húsnæði. Það kannski erfitt að tilheyra hópi eldri borgara en einn daginn verðum við líklegast öll þar, að minnsta kosti vonandi og við stefnum að fara þangað. Það nefnilega það sem að ykkar hópur að höfða til, að það samviska okkar. Það samviska okkar sem stjórnum landinu eða borginni. Hvernig við viljum koma fram við það fólk og þá einstaklinga sem hér hafa byggt það samfélag sem við tökum við og hefum verið falið til þess að stjórna akkurat núna. Ég met það svo að það mikil eftirspurn eftir samtali og þess vegna fagna ég þessu framtaki hjá öldungaráði og borgarstjórn. Ég set aftur á móti spurningamerki við það að það séu þingmenn núna í aðdraganda kosninga sem gera þetta hálfgerðum framboðsfundi og takmarka þar af leiðandi mjög umræðu þáttinn sem við getum haft. Ég hefði viljað fara á framboðsfund eldri borgara og þingmanna á öðrum vettvangi heldur en hinn í borgarstjórn. En ég tek þessu sem að við eigum að hlusta eftir og fá ráðlegginga hugmyndum að lausnum frá eldri borgurum sjálfum. En ekki að sitja hérna ein sem myndum borgarstjórn á milli 40 og 50 langflest og ætla að taka reglunar ofan og ýta þeim niður. Ég held að það sé samtalið sem eldri borgarar séu að óska eftir. Takk fyrir. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og við ætlum að kanna hvort gestir fundarins vilji spyrja einhverja spurninga eða koma athugasemdum á framfæri. Nei, svo ekki. Jú, hér niðri. Nei, viltu þá ekki koma hérna í pontu? Bjóð þér að koma í pontu og kynna þig. Já, góðan dag, heyrið í mér núna. Komið sæl, Bryndís Hagan Torfadóttir heiti ég og ég kem sem varaformaður í öldungaráðinu og ég ætla að þakka fyrir að fá að mæta hérna, frú forseti, borgarstjóri, þingmenn og allir aðrir gestir. Ég kem líka á grasrótarhreyfingunni sem við stofnuðum Gráa hernum eins og kannski má sjá hvaðan það nafn kemur. Við viljum berjast ópólitískt fyrir alla sem eldast. Við höfum bara séð að þetta hópur af fólki sem á afskaplega erfitt með að fóta sig í þessum reglum og öðru og hvaða megi geti og allt annað. Svo langar mig að spyrja bara eitt og ég hef viljað spyrja ótal margt, að við erum alltaf að tala hjúkrunarrými. Það ekki nóg að byggja, það vantar fólk til að vinna á þessu stöðum. Og nú annað, hverjir að fara í þessu hjúkrunarrými? Við vitum að við erum ekkert með einsleitan hóp á hjúkrunarheimilum.
Þar er mikið yngra fólk líka því að eitt er veikur á líkama og annað er veikur á sál. Og það er svo mikið að koma upp veikindi hjá fólki allskyns, hvað ég var að kalla það, framheila skemmdir eða Alzheimer eða á einhverju þessu stigi. Þessu er öllu hent saman í dag. Það eru jú til deildir kannski inn á dróplegastöðum hér og þar sem er aðeins aðgreint, en annars er fólk bara sett saman. Þannig er það eldri borgarnir sem er að komast inn í þessi hjúkrunarrými eða hver sem á því þarf að halda óháð aldri. Það hefur við ekki fengið nein svör við. En það á að meðhandla alla einstaklinga með virðingu allavegna. Hvar sem þeir eru staddir í lífinu, hvort þeir séu þó búin að glata minninu þess vegna og eins líka bara almenna eldri borgara sem sjá við veikindi. Svo vil ég segja að við höfum lagt mikla vinnu í það. Ég hef verið líka í stjórn félags eldri borgara. Það er mjög stór munur á FEB sem er félag eldri borgara og LEB sem ekki hefur verið að vinna að þessum málum, en við í Gráa hernum erum deild innan FEB, félags eldri borgara. Og þar þurfum við bara virkilega að taka til og útskýra fyrir fólki, hjálpa því í þessum frumskógi sem er orðin að skilja bara Tryggingastofnun. Ég tók eftir því samt að þeir eru að fara að halda námskeið bara fyrir fólk. Hvað rétt á ég? Hvernig á ég að fara að þessu? Hvað skerðist hér og þar? Og við þurfum að hjálpa þessu fólki sem er eldri borgar í dag. Það er ekki tölvuöldin. Það þýðir ekki að segja farðu inn á tölvuna. Þannig við þurfum að hjálpa öðruvísi og þetta er svo breiður hópur. Ef við tölum frá 67 ára og til loka, þetta er bara eins og frá vöggu til fertugs. Þetta er mjög stór hópur sem er mjög settur saman af ólíkum þörfum. Og við höfum líka lagt vinnu í það að heimsækja fullt af einstaklingum og þó að sé allt gott það að segja að vera heima sem allra lengst. Þá erum við líka með fólk heima sem er engan veginn fært það. Og það er eiginlega meira kannski heilaskaðað. Það fær ekki þá þjónustu, það er ekkert málsvari fyrir sjálfan sig heldur. Það getur ekki sagt hvað það vil. Það getur heldur ekki sagt hvenær vilji fara í bað. Það hefur eiginlega ekki hugmynd að það þurfa að fara í bað. Ég ætla bara rétt að vekja athygli á þessu og þakka kærlega fyrir mig. Þakka kærlega fyrir þitt innlegg. Næstur á mælendaskrá er Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Forseti og getur borgarfulltrúar og öldungaráð, fjórflokkurinn, gestir, gaman að vera með ykkur í dag. Þarna sjáum við það er seiglan sem skiptir svo miklu máli. Seigla og úthald. Það var nú eldri borgarar reyndar heldur betur nóg af. Það er seigla og úthald og mér langaði bara að þakka fyrir þetta frumkvæði að halda þennan fund hérna og þessar ágætu umræður sem hafa farið hérna fram. Mér langaði bara aðeins að hendi inn hérna hugleiðingu varðandi öldrun eða sem sagt fjölgun þeirra sem eldri eru, 67 ára og eldri. Það er auðvitað, þetta er nú oft talað um þetta, að það er dálítið hvimleitt að þessu skuli alltaf vera stillt upp sem vandamáli. Og þetta er svona hluti af því að einhvern veginn okkur hættir til að vandamála væða alla hluti. Eldri borgarar eru vandamál og ungt fólk eru auðvitað mjög mikið vandamál og millistéttin, hún er líka vandamál. Og það er allt vandamál og það er auðvitað gaman að leysa vandamál en það er hins vegar ekki uppbyggilegt að vera vandamál, skiljiði. Það er bara ekkert góður staður og ég held að það þurfi aðeins og mér finnst svo sem hlutinni vera að færast í þá átt að það þarf aðeins viðhorfsbreytingu gagnvart því að fjölgun aldraðra á ekki vera vandamál. En það þarf auðvitað og við höfum bara að fagna þessu, en það þarf auðvitað að finna einhverja leiðir til þess að virkja krafta þessa fólks
og gera fólki kleift að vera svona funksjónal í samfélaginu. Hluti af því sem hefur komið fram hér að það auðvitað dálítið mikið til að ætlast að allir aldraðir séu einhverjir sérfræðingar í skrifræði og það að verða aldraður skuli þýða það að þú þurfur að einhvern veginn verða svona svolítið þræll kerfis og við eigum ekki að einhvern veginn við verðum að vinda ofan af því. Annað sem mér langar að nefna er að það fer rosalega mikil orka í svona box á milli ríkis og sveitarfélaga fer í raun og veru aðalega peninga til þjónustu við aldrað fólk og alla og það sem er lykilatriði að meðan að vera að boxa þetta að þá er lítið annað gert á meðan. Og okkur finnst þetta sveitarfélaginu ríki ósveigjanlegt og það má kannski segja að það hafi nú verið komið inn á það hér að kannski er skynsamlegra til að byrja með að við vinnum meira forsendu þess að gera þjónustusamninga einstök verkefni frekar en að búa til einhvern svona heildarlausn, einhverja heildaryfirflutning og við höfum ágætis reynslu af þessum heimahjúkrunarsamningi sem var hér gerður á sínu tíma og það er kannski svo leið sem við höfum að fara í núna á næstunni til að þróa áfram þjónustu við hinn ágæta og gríðarlega fjölbreytta og ólíka hóp eldri borgara. Tíminn er vist búinn, þakka fyrir kærlega. Þá hefur Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Halldór Halldórsson. Já, forseti, borgarfulltrúar, öldungaráð og aðrir góðir gestir. Takk fyrir þær framsögur sem hér voru, mjög áhugaverðar. Örstutt innlegg bara, maður verður auðvitað að velja. Það er auðvitað sláandi að horfa á hjúkrunarrýma þörfina eins og kom hér fram hjá Stefáni Eiríksssyni að 2025 séum við hér með þörf fyrir 637 hjúkrunarrými. Og það er auðvitað líka og rýmar ágætlega við það sem að Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi sagði hér áðan velferðartæknina og mikilvægi þess að koma henni betur á. Það rýmar eiginlega við svo margt sem hér hefur verið sagt. Skort á starfsfólki, skort á fjármagni, skort á húsnæði, að við verðum að hugsa hlutina svolítið mikið upp á nýtt. Og við höfum auðvitað hér borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítrekað talað aukna velferðartækni. Við erum ekki bara að tala að 65 ára og eldri fari úr 12,9% af mannfjölda árið 2013 í 19,3% árið 2030, heldur verða líka yngra fólki 0-17 ára farin úr 25% af heildarmannfjölda niður í 21%. Þannig að það verða færri sem að vinna fyrir okkur þegar við vonandi komumst á þann aldur að vera virðulegur eldri borgari. En við verðum að hugsa þetta upp á nýtt, við verðum að fara að nýta okkur þessar tillögur velferðartækni. Svo langar mig, ég ætla ekki kannski að tala hér málefni aldraðra til sveitarfélaga, það eru auðvitað ýmis flækjustig þar, ég er auðvitað hlynntur því persónulega að lokum að þá færist málaflokkurinn til sveitarfélaga og það eru auðvitað stefna bæði ríkis og sveitarfélaga. En við vorum að færa stóran málaflokk, málefni fatlaðs fólks til sveitarfélagana þannig að það er ekki komið að öldrunarmálefnum og það þarf margt að endurskipuleggja og laga þar. En mér fannst borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir vera ansi brött hér áðan þegar hún talaði að síðasta ríkisstjórn hefði staðið sig betur með hjúkrunarrýmum. Það var nú bara þannig á síðasta kjörtímabili að 4 dögum fyrir kjördag og þá að drifið því að undirrita viljayfirlýsingu einhver 88 hjúkrunarrými. Það er nú það sem var gert. Þannig að það hefur þó verið gert meira á þessu kjörtímabili að hálfu núverandi ríkisstjórnar. En ég svo sem átti ekki vona á því að þessi fundur ætti að snúast einhverju hnútukast á milli flokkspólitískra eða milli flokkana, en fyrst þetta var sagt þá varð ég að taka þetta fram. Mér finnst að svona fundir eigi fyrst og fremst að snúast svona praktísk úrlausnarefni en ekki einhvern hnútukast, en þegar einhver byrjar þá getur maður ekki látið því ósvarað. Það er nú bara þannig. Takk fyrir fundinn, hann er gagnlegur. Þá hefur Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarstjóri.
Já, takk fyrir. Ég ætlaði nú fyrst og fremst að fá að þakka fyrir þessar umræður og ég held að andstæðuna sem kannski hafa verið dregnar upp í umræðunni á milli þess að byggja frekari hjúkrunarrými eða huga nýjum lausnum á tækni séu ekki andstæður þegar vel er að gáð. Þetta veltur einfaldlega mati á þeim þörfum sem eru fyrir hendi í þessu sem einmitt samþætting á heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu og stuðningi við fólk í mismunandi aðstæðum á hverjum tíma. Ég held við þurfum nefnilega bæði að fjölga hjúkrunarrýmum og auka áherslu á nýjar lausnir og innleiða velferðartækni og nýsköpun og þegar nánar er að gáð þá nú verið að vinna þessu af býsna margslungnu starfsfólki mjög víða í þessu kerfi. Ég get hins vegar tekið undir það að það má gera betur í að styðja við metnað þessa starfsfólks, lyfta nýju lausnunum og efla umræðuna þessi mál. Varðandi spurningu Bryndísar Torfadóttur og þá sannarlega unga fólki sem þarf hjúkrunar heimilispláss. Það líka á þessum forgangslistum og meðal þeirra rýma sem verið að opna eru rými vegna þessa hóps en hann að sömu leyti stekkandi. Síðan að hinu leitinni þegar við erum að horfa á fólk sem haldið jafnvel alvarlegum geðsjúkdómum að þá okkur að takast að finna fólki búsetu í samfélaginu og veita stuðning inn á heimili þar sem áður var kannski bara það eitt að fólk var á lokuðum deildum jafnvel áratugum saman. Þannig að þar eru mál að þokast í rétta átt að ég held. En allt tekur þetta tíma. Mér finnst hafa vera áhugaverður þessi þráður sem hefur fléttast hér. Segja má því sem að Guðlaugur Þór nefndi frá sinni tíð sem heilbrigðisráðherra að gerður var samningur við Reykjavík heimahjúkrunina. Ég alveg sammála því að sá samningur og svo nýsköpun sem hefur leitt af honum hefur á mörgu leyti orðið til þess að höfuðborgarsvæðið gat lifað við það að það var svolítið stopp hér í tíð allra ríkisstjórna undanfarið þannig að maður sé nú ekki að skammta það neitt. Það var bara hvoru ríkisstjórnin byggði neitt á höfuðborgarsvæðinu þó að það verið byggð einhver heimili út á landi. Það var sáralítið sem byggðist upp hér. En það var hægt að lifa við og það var undir kannski meiri press en áður út af þeirri stöðu en starfsfólki lausnirnar samþætting heimahjúkrunar og félagslega heimaþjónustu sannaði sig í raun við þær aðstæður. En núna meðal annars verið að þjóna fólki með öndunarvélar inn á heimilum sem að engum hafði kannski dottið í hug fyrir 10 árum þegar verið var að gera þetta samstarf og þannig mjög áhugaverð verkefni í þróun varðandi verulega hjartabila fólk og svo framvegis sem voru sjúklingahópar sem við hugsaðum okkur aldrei áður. Þannig að mér finnst þetta þema áhugavert var þetta semja hér við höfuðborgina heilsugæsluna og málaflokk aldraðra, jafnvel þó að hugmyndin sem svo að vera með 77 eða 707 sveitarfélög á Íslandi að öðru leyti. Mér finnst alveg áhugavert að skoða það og við erum alveg til í að taka forystu í því vegna þess að við búum að svo miklum félagsauði í hópi eldri borgara sem að ég veit að klæjar í fingurna að fá að þróa þessa umræðu og þessar lausnir með okkur til framtíðar. Til þess öldungaráðið, til þess fundur eins og þessi og það stendur ekki okkur, við erum algjörlega til ef að metnaður, fjármagn og pólitísku vilji til staðar á Alþingi. Takk. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og til að nú nýta borgarfulltrúa sér tækifæri til þess að klappa í borgarstjórnarsal, enda það ekki leyfilegt öðrum stundum. En til þess að gæta allra sanngirni þá ætla ég að leyfa fulltrúum þingflokkana að koma hérna upp og kveðja fundinn áður en ég gef Guðrúnu Ágústsdóttur formanni öldungaráðs orðið. Og ég byrja á Svandísi Svavarsdóttur, fulltrúa Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs og svo förum við sólarhringinn. Forseti, borgarfulltrúar og góðir gestir, ég vil bara þakka fyrir afar góðan fund. Ég held að þetta sé mjög gagnlegur vettvangur og ég vil þakka borgarstjórn og öldungaráðinu fyrir þetta frumkvæði. Þetta auðvitað vaxandi málaflokkur og það alveg ljóst að þetta verður ekki leyst með einhverju einni kerfisbreytingu eða yfirfærslu eða neinu slíku. Þetta verður leyst með fjölbreyttum hætti og á lifandi hátt og ég held að sé afar mikilvægt að við
horfumst líka í augu við það, og ég vil segja það út frá því sem Anna Björk var að tala um hér áðan, að þetta verður ekki leyst með endanlegum hætti. Þetta verður að vera viðvarandi verkefni sem er í sífelldri endurskoðun, hópurinn er fjölbreyttur og þarf á fjölbreyttri nálgun að halda, og ég held að þessi vettvangur sem hér að verða til sé mjög mikilvægur í þá veru, og ég vil þakka öllum hlutaðeigandi fyrir flottan fund. Þakka Svandísi fyrir og Sigríður Ingibjörg frá Samfylkingunni. Kæra þakkir fyrir fundin. Það er líka svona óvenjulegt að fá að vera á fundi hér í borgarstjórnarsalnum. Það hef ég aldrei gert áður, ekki fengið allavega að tala úr borgarstjórapontunni. En við erum hér í dag búin að vera að ræða málefni eldri borgara og aldraðra í borginni. Þetta er auðvitað eins og við höfum komið inn á afskaplega stór hópur, mjög fjölbreytilegur hópur, og það er mjög vítt svið málefna sem þar er undir. Þannig að við höfum auðvitað bara verið á yfirborðinu. Það er mikil vinna framundan og ég vona að við eigum eftir að hittast sem oftast til þess að ræða mismunandi þætti þessa málaflokks á næstu árum. Því að næg eru verkefnin framundan, margt gott hefur verið gert hingað til sem hægt er að byggja á, en við eigum líka mikið starf fyrir höndum og ég hlakka til samstarfsins. Nú þakka Sigríður Ingibjörgu fyrir og Guðlaugu Þór, má bjóða þeir koma frá Sjálfstæðisflokki. Já, ég vil taka undir þakkir og ég vil aðeins sérstaklega þakka Bryndísi, og ekki bara fyrir hennar innlegg, heldur líka bara fyrir störf hennar og hennar félagasamtaka. Við vanmetum kraftinn og mikilvægi þriðja geirans, því að það er ómetanlegt að hafa fólk sem vinnur á hugsjón af sínum hugðarefnum. Mér fannst samlingin þín vera afskaplega góð þegar þú nefndir þessa hópa, þegar maður tala um 67 ára eldri, er eins og frá 0 til 40 ára. Það má raunin segja að það sé breiðari hópur 67 ára og eldri. Og flóknarreglur eru vondareglur. Og ég er líka vil taka undir, að þegar það er nú ekkert að taka undir með félögum í Sjálfstæðisflokki, ég taka undir með það sem að borgarstjóri Skúli og Björn nefndu hér ýmislegt sem ég fannst vera skynsamlegt. Mér finnst gott að heyra það að menn séu tilbúnir í það að vegna þess að Reykjavík til dæmis hefur algjöra sérstöðu, og þá eigum við bara að nálgast þetta út frá fólkinu. Við þurfum auðvitað að hafa samfellu, og það er það sem tengist í þessi þú nefndi varðandi yngra fólki á hjúkrunarheimilum. Þegar kemur að heilbrigðismálum þá verðum við að hugsa þetta í samfellu, og þá verðum við að hugsa þetta út frá fólkinu sem þarf á þjónustunni að halda, ekki sveitarfélögunum, ekki ríkinu, ekki einstaka stofnunum. Og ég held að við að nálgast þetta þannig og fara þá í auknum mæli í þjónustusamninga. Við erum sammála að það gekk vel á þessu hvað þetta varðar, en þá voru margir sem töluðu gegn því vegna þess að þið voru að tala með þetta var ekki heildarmál. Og Björn, þetta er alveg hárrétt hjá þér, við eigum ekki að vandamálavæða þessar hluti, alveg eins og Skúli nefndi, ég er nú með eitt þingmál það að fella niður lög sem banna opinberum starfsmönnum að vinna eftir 70 ára aldur. Þau lög voru sett árið 1956 þegar lífaldur var 20 árum styttri heldur en núna. 70 ára aldurinn var ekki fundinn á síðustu öld, heldur þar síðustu, það var Bismarck sem kom með það. Og einhver kynni að segja þegar þú ert með fullt af fólki sem að vill vinna, á hverju gefið því ekki tækifæri. Og ég sé í þessu svo sannarlega líka tækifæri. Aðalatriði er þetta að þegar við gerum eins og hér, komum saman, ræðum hlutina, þá erum við meira sammála miklu fleira heldur en við ósammála. Þannig að ég vil bara nota tækifæri og þakka þeim sem að stóðu að þessum fundi og ég hlakka til að vinna með ykkur í framtíðinni. Takk fyrir þetta, Guðlaugur Þór. Og síðust en ekki síst er Eygló Harðardóttir frá Framsóknarflokknum. Forseti, ég vil þakka kærlega líka fyrir fundinn. Þetta búið að vera mjög gott og skemmtilegt að hlusta á umræðina hér í dag og það sem ég finnst einmitt fundurinn skilja eftir er það að við erum öll eiginlega að tala um sömu málin. Það nálgast þetta frá og mismunandi áttum en ég held að það sé mikil samhljómur í því sem við erum að tala hér um og leggja áherslu á. Þannig ef ég mætti bara svona að lokum fá að nefna hér að ég fékk ekki fyrir löngu síðan tillögu samstarfsnefndar málefni aldraðra og ég hef litið svo að þær séu þær tillögur sem í 11 liðum séu mér kærkomin leiðarvísir mikilvæg verkefni, áherslur og úrbætur í málefni aldraðra til næstu ára. Og ég ætla aðeins að fá bara fara í gegnum þessar 11 tillögur því að ég held að við séum búin að vera að ræða mjög mikið af þessu hér á þessum fundi.
Það er einföldun almannatryggingakerfisins og við erum búin að taka risaskref, skref sem hefur ekki verið tekið áratugum saman, núna við samþykkt Alþingis á breytingum á lífeyriskerfi aldraðra og ég vona svo sannarlega að við getum klárað þessa einföldun líka sem snýr á öryrkjum á næsta kjörtímabili. Við höfum talað hér mikilvæga heilsueflingar og aukina virkni aldraðra, rétt aldraðra til sjálfstæðrar búsetu og sjálfræðis, mikilvæga nýsköpun og tækni í þjónustu við aldraða, að við þurfum að setja gæðaviðmið fyrir þjónustu við aldraða og við þurfum líka að tryggja betra og aukið eftirlit með gæðum þjónustu, samband eins og við þekkjum í heilbrigðiskerfinu. Það hefur verið talað hér skort á starfsfólki, þannig að stöðugleiki og aukin hæfni starfsfólks í öldrunarþjónustu skiptir okkur verulega miklu máli. Við þurfum síðan líka að móta stefnu og það hefur verið svolítið umræðum það bara núna undanfarna daga varðandi stefnu og úrbótum í málefnum aldraðra sem eru með heilabilun og ég held að við getum sagt bara málefni fólks með heilabilun frekar. Við síðan leggur samstarfsnefndinni til að það sé settur upplýsingavefur á stofn öldrun og aldraða. Annar punktur sem ég nefndi ekki hérna í fyrri tölu minni sem snýr að það var spurt hér sérlög og ég með ákveðin sérlög sem ég mikinn áhuga að sjá verða raunveruleika sem lög réttindagæslu aldraðra með sambærilegum hætti eins og núna erum við með lög réttindagæslu fatlaðs fólks og síðan búið að tala hér aðeins gráu svæðin líka, þessa óljósu ábyrgðarsvið þjónustuaðila og þar held ég við séum líka með ákveðna svona lausn við erum að tala að kannski að nota þjónustusamninga í auknum mæli og samvinna þurfa að vera lykilhugtak. Þannig ég vil þakka kærlega fyrir. Við þökkum Eygló Harðardóttur fyrir og þá komið að lokum þessa fundar en áður en við slítum fundi þá ætla ég að bjóða Guðrúnu Ágústsdóttur sem formaður öldungaráðsins að ávarpa fundinn. Gjörðu svo vel.